Þetta ekki lagið sem kemur upp í huga þegar við hugsaum handbolta? Litla veislan sem landsliðið að færa upp þessa dagana. Jú, við verðum að sjálfsögðu að hoppa á þennan vagn eins og allir aðrir þegar ekki. Jú. Handbolta. Já. En þetta alltaf skemmtilegt í janúar. Já, þetta bara, þú veist, þetta fyrir líka gleðin sem þetta færir okkur í janúarmánuði. Og hverju ári, frá næstu því. Ég var nú að segja áðan við ykkur fyrir upptökuna að hver verður dreginn til ábyrgðar fyrir það að Íslendingar verði 160 í þessari 12.500 manna höll. Já. Það var ykkur mistök gerð ykkur staðar. Já. Við höfum verið mikilvæg þáttur, íslensku aðdáendur. En núna verðum við 1,5% cirka bát af áhorfendum í bláum treyjum. Á heimavelli Dana, þannig að þetta er ekki bara lausnin svo að gangi á Evrópusambandið? Það er loksins komið okkur rök sem halda vatni fyrir því. Eða bara Mercosur. Já. Við erum á leiðin í undanúrslit. Það er bara þannig. Bara vel gert strákar. Frábært. Bara mikið hrós á þá. Það er þið búin að horfa á þetta eða? Ég er búin að horfa á alla leikina. Já. Ég horfði meira þess á Danmörk-Noreg í gærkvöld sko. Nenni yfirleitt aldrei að horfa á aðra leiki en Ísland en hann skipti máli. Það hefði nú verið gaman ef við hefðum afsakið blóðið. Það hefði nú verið skemmtilega að fá þjóðverina og Danina í úrslitum. En við þurfum þá bara að vinna á Danina núna. Já, það er bara verkefnið sem býður okkar. Þessi þáttur fyrir loftið á föstudag. Við erum að taka upp á fimmtudegi. Þannig að hann fyrir loftið á hádeginu á föstudag og þannig að vantar að vera öll þjóðin línd við skjáin á föstudagskvöld að horfa og svo aftur á sunnudag. Já. Og að því tilhundu þá minnum við á það á EM-tilboðið hjá vinum okkar í kjötkompaníinu. Já. Það er búið að vera EM-tilboð á hamborgurum. Alltaf þegar Ísland er að spila. Ég hringdi nú á Jónurð og spurði hvort það ekki örugglega samt á laugardaginn því að kjötkompaní ekki opið á sunnudögum og Ísland er að spila á sunnudaginn. Verður ekki örugglega EM-tilboð á hamborgurum á laugardaginn. Og hann sagði bara hvers konar spurning er þetta auðvitað. Hann hélt nú aldeilis. Hélt nú aldeilis. Þannig að við bara drífa sig í því að sækja sér eitthvað gott á grillið. Að gera. Já. Þetta verður spennandi. Ég meina það er ekkit endilega svo mikil kannski er pressa á strákunum. Ég held að þeir þurfi ekki að setja meiri pressa á sig heldur en fyrir einhverja leiki bara í riðlinum sko, fyrsta riðlinum sko. Nei, pressan er vantilega þá svolítið sko. Pressan er á dönunum að vinna. Já, í rauninni. Það er náttúrulega heimavelli líka á svona. Já, akkurat. En það er náttúrulega, þú veist, pressa og ekki pressa sko. Þeir geta þetta, það er málið. Já. Það er ástæð fyrir þeir eru þarna. Þeir eru nógu góðir til að vinna hvað þeir sem er ef allt er í syngi. Já. Og hafa staðið sig vel á móti sterkari liðum oft á tíðum. Þannig að þetta minnum á eins og segja kjötkompaníið svo hann Styrmir, vinnur okkar í kampansfélaginu, hann sendi okkur þessa flösku hér að Pír Simón, sjáðu ártalið 2008 sem var náttúrulega ár sem við munum allir eftir sem viðskiptablaðamenn. Já, gekk á ýmsu haustið en sumarið, svona fyrir handbolta áhugamenn þá þetta var merkum viðburður. Þeir eru náðan silfur á Ólympíuleikunum. Já. Þannig að það er komin tími til að skála fyrir því. Jú, heldur betur. Horfðum á það vinna. Já, við vorum allir það. Ætlum ekki horta á hann bara saman? Jú, ég er að segja það. Eftir að hyggja þá gerðu við það. Ákveðu það bara núna að við horfðum á hann saman og við ætlum að fagna í dag. Það er ekkert sem að þú getur sagt þess að breyta því Haraldur Jóhannesson. En svo líka, við erum með þennan góða berjasafa hérna sem við kjöfum með, en ég er hérna með hóstasaft í glasi líka. Gott til að bæta ásýnd þáttarins. Já, bara svo það komið fram. Ég hef verið að glíma við mig ítveigja hálsbólgu núna í 3 viku, mikið álag á mér og minni fjölskyldu vegna þess. Hvernig var þetta aftur þetta með hóstasaft sem allir rapparnir voru að taka? Er þetta eitthvað svoleiðis? Hvað var það aftur? Það er ekkert kódin í þessu. Purple Drag, þetta er ekki það. Purple Drag. Já, þetta er ekki það. Okay. En sko, ég verð að hafa þetta hóstasaft. Það er gott að hafa það á hreinu. Þá vitum við það. Ég verð að hafa þetta í höndina því að ég áða til að missa röddina því að ég fæði svona hálsbólgu. Og ég var einu svona mættur í svona annan svona spjallátt, vissi ekki þennan, og var ekki með hóstasaftið. Misti röddina smátt og smátt í gegnum þáttinn og svo undir restina var ég farin að hljóma nákvæmlega eins og Árni Finnsson í náttúruverndarsamtökunum. Já. Og Gísli Martin var brjálaður, sko, létu heyra það, sko. Já, ég hef ekki ennþá getað horta á hann þátt, sko, en áhuga saman geta flett þessu upp, þetta var ekki múin að síðast ári. Þar síðasta. Og þú er aldrei horta á Árni Finnsson sömu hugum. Ég var þjáningabróðir hans þarna í 10 mínútur eða svo. Okay. Þá bara setjum við þann fyrirvara og gott að negla hann hér inn strax að þú mátt drekka þetta inn í þetta. Ég má drekka það væri verður að myndi við svo röddina. Já. Þannig að annars myndum við öll bara halda þessu uppi. Það væri nú lítið gangi mér. Þú væri bara pretty face þetta með okkur. Herðu, það er náttúrulega, við höfum að gera grína því að við sjáum stuðrana hjá Epic Bet. Já, ok. Sko, þeir eru nú ekki okkur í hag.
Danmörk sigurstranglegri. Fyrir þá sem er að hlusta þá er stuðutin á sigur Danmörku 1,2 og sigur Íslands 7,5. Sko Danmörk ég held að geti engin mótmælt í að Danmörk sigurstranglegri. Eru ríkjandi heimsmeistarar ekki satt og Evrópumeistarar, er það ekki? Nei. Það eru frakkar eða ekki? Frakkar, já. En 7,50, það er value bet, sko. Það er það. Já. Þannig að ef menn taka hana gott loyalty bet, þá bara erum við í góðum málum. Og samkvæmt þessu er Danmörk svona 5-6 líklegri til að vinna, sko. Og ég tek ekki undir það. Nei, við gerum það aldrei. Nei. Hvað þessi gaurar í Epic Bet að spá? Þeir eru að gefa peninga hana. Við vorum að tala daginn eða það verður rætt aðeins sko, þetta mikla auglýsingamagt sem er á að því ég spurði hvort þau eru að horfa á þetta, þú veist, sko, hálfleikurinn að þetta er allt sjónvarsleikir, það var hálfleikurinn 15 mínútur í handboltanum og Nei, 30 mínútur. Leikhlið er 15 mínútur. Okay. En takk fyrir að segja mér að hver hálfleikurinn 30 mínútur. Gott að fá það á hreint. En 230, sko. 230, já, ok, flott. Herðu, og svo er það er vorum að hlæja því hvað þessu mikið magna hlæja því, þú veist, sumir er að pyrrasa því, þar með ég, hversu mikið magna auglýsingum er sýnt í þessu leikliði. Ég sé það að sérfræðingar RÚV, þeir tala í svona rétt tæpa 4 mínútur af þessum 15. Þannig að svona tæplega 30% tímans. Já. Ætli það séu tapar auglýsingatekjur fyrir RÚV? Ég myndi að, hverja 10 sekundur eru bara 10 milljónir fyrir RÚV, sko. Ég tóka eftir því að ég satt frekar hljóður undan þessu handboltatali. Ég var að býta og kemur einhverja neglu en, ok? Ég fylgst með þessu leikjum en en ég horfði töluvert á körfubolta og í bandarísku sjónvarpi og þeir eru mjög aggressífur í auglýsingum í hálfleik. Ég hef sko fylgst með öllu leikjónum og hort með öðru augunum. Þetta er miklu meira en tíðkast. Það er miklu minna af svona analýsu og spjallum leikinn í hálfleik hjá RÚV en nokkuð tímann í Bandaríkjunum. Mér finnst það mjög merkilegt. Sko. Já. Eina af þeim auglýsingum sem ég spiluð var þessi hér, skulum sjá hana og hlusta á. Það er mjög áhugaverð auglýsing. Ég ætla ekki að spila hann alla en skulum kannski rétt byrja á henni. Strákarnir hjá Búlís, þeir keyra hana af stað fyrir okkur. Ert í lagi eftir daginn, var vel gætt að höfðinu, var borðið hreint og bakið beint og öll á sömu blaðsíðu. Tökum öll höndum saman, myndum öflugt öryggisnet, í hverju starfi þar frós, liðsinni og ljós, komust áfram saman fyrir fer. Björn Stefánsson er frábær tónlistarmaður og leikari. Þannig að þetta er ekki skot á hann. Þetta er auglýsing frá vinnueftirliti. Ég elska ímyndunar auglýsingar hjá opinberum stofnunum. Akkur er vinnueftirlitið að auglýsa á einhverjum rándýrum tíma hjá RÚV? Já, akkur var vinnueftirlitið að gera þessar rándýru auglýsingu sínum tíma? Fyrir það, sko. Og hvað er verið að auglýsa? Já, hverjir eru kúnnandir? Hver er þetta ná til? Ég veit ekki betur en að þessi stofnun mæti bara ýmist boðin og óboðin í heimsókninni fyrirtæki og sendi svo bara reikning, sko. Og er bara með til að borga fyrir þetta. Já, og með sjálfdæmi hvernig sá reikningur hljómar, sko. Þannig ég veit ekki hvort að þetta og ég meina það er búið að vera að fara í stúdíu og búa til íslenskan texta. Svona auðvitað kostar bara 50-60 mínútur. Já. Er þetta ekki stærsta splæsi á opinberu fyrirtæki síðan Ísafía áramótum 25? Þetta var að rífa þau upp, sko, í áramótum hitti fyrir Skúli vinnur okkar Söppi, hann gagnrýndi honum mikið fyrir það. Réttilega. Þegar Ísafía keypti sko rándýran auglýsingatíma eða framleiða þetta dýra auglýsingu og keypti dýran tíma rétt fyrir áramótasköpið til að auglýsa hvað, að þú getur stoppað í lyfstu og fengið samloku. Það er bara verið að senda skattgreiðendum fingurinn með þessu, finnst manni, sko. Þetta er ömurlegt. Já. Og yfirgengilegt. Já. Hvað finnst þér? Á einum teig í Leirunni, golfvöllunum í Keflavík, það er auglýsingaskilti frá Ísafía. Gott ég að styrkja klúbbin og allt það, sko, en þau eru auglýsingaskilti, sko. Herðu, á hvaða flugstu ætlaði að fara lastið þér út? Já, ég er bara hættu að snúa viðskiptum mínum eitthvað annað. Nei, byttu, geta það ekki. Þau styrkja klúbbin? Þetta fyrir ákvæm. Já, menn gera það sem vilja á ríkinu. En sko, vinnueftirlitið þarf ekki að auglýsa og Ísafía þarf ekki að auglýsa en þjóðmál hins vegar. Já. Við erum bara lítill aðili í samkynni með RÚV og við þurfum að auglýsa. Þannig að því tilhengum þá þetta minni að fólk á netverslunum okkar. Já, styrkja raflana með podcastið. Já, til að getum haldið áfram að hamast hérna, eins og hamstrar á hjóli.
Kíkir á þjóðmál.is, skráðu ykkur í þjóðmálastofuna, verið hluti af þessu skemmtilega samfélagi þetta hjá okkur, alls konar hlutir á leiðinni, kíkja á vörðunar okkar sem að vinnur okkar í IT House of Brands er að búa til fyrir okkur og eins og ég hef áður sagt, þá er meira á leiðinni, sjáu þess að fallegu peysu hérna til dæmis. Fallegu maður líka. Fallegu maður, já, Mikki, hann er gullfallegur, við komum ekki annað greina en að fá flotta fyrirsættu. Já, eins og áður hefur komið fram í þessu þætti. Það hefur verið hefðin. Prófum ljóta einu sinni og það gekk ekki. Ég tek á mig þá sög. Þannig er hann kallinn. Þessi myndir hún er reglulega rifið upp. Þessi er fyrir löngu síðan hann sígild. Ég held ekki til sagt það að það verið eitthvað að monta mig. Já, þú hefur montað af henni sagt. Jú, þetta hefur reynst með vel gegnum tíðina þessi. Já, ég er bránaði með það. Já. Herðu, það sem reyndist kannski ekki vel hjá öllum, svo við förum að ræða einhver alvöru mál, að það var prófkjör Samfylkingarinnar helgina. Já. Þannig að það var rakið ágætlega hér í þætti með Biddi Inga í upphafi vikunnar sem formaði sig við pólitíkinni í þessu, en það var svona, það eru nokkrir hlutir sem að kannski er áhugavert að skoða. Við sjáum að Heiða Björg Hilmisdóttir, hún ákvað að taka þetta annarsæti sem hún rétt svo landaði í prófkjörinu. Við sjáum hérna, mér langar til að koma þess inn á, sko, af því að stundum veit maður eiginlega hvað er að fara að gerast, af því að Epic bætti búið að segja manni það. Við sáum að í upphaflega þá var það var setti stuðut á þetta sjálfsögðu. Og upphaflegu stuðlandi voru þannig að Heiðabjörg myndi bera sigur og bítum stuðut á 1,85 og 2 á Pétur, svo sem ekki mikill munur á þeim. Þetta samt sko, þessi stuðlar eru, þetta segir okkur þetta er 50-50 sko. Já, en samt að veðja á Heiðu. Já, hún er talin örlítið líklari. Já. Herrið, daginn fyrir prófkjörið á föstudagskvöldinu, þá voru stuðlarnir orðið svona, þá var Pétur komin í 1,75 og Heiðabjörg í 2,15. Sko, þessi stuðlar, þeir eru náttúrulega færast eftir í því sem að fólk veðir á þá. Já. Þannig að Pétur tók náttúrulega þessar 270 milljónir eða hvað hann fekk og setti þetta bara á sjálfan sig eða ekki. Jú, fyrir lóðabraskið í Vatnsmýrinni. Já, hann tók peningin á Vatnsmýrinni og sett hann allan á sjálfan sig. Hann sá bara útringi-prógrammi hvernig það hefði gengið og var bara örgur með sig. En ég held að það hafi enginn getað sagt með góðri samvisku viku fyrir þetta prófkjör hvernig þetta myndi fara. Nei, þetta var 50-50 en svo reyndist þetta sjálfsögðu ekki vera það en svona í hugum flestra þá var þetta 50-50 mál en svo þetta er Heiðu sem er hérna bara hinn vænsta kona og hérna almennilega mörguleiti og henni er bara pakka saman hana. Ég sko eitt sem vil segja þetta er að svona spunaþráðurinn eftir niðurstöðuna er að það hafi átt sér stað eitthvað konar endurnýjun. Jú, vissulega sko, en hefur átt sér stað eitthvað hugmyndafræðileg endurnýjun sko. Pétur segir að fólki var að kalla eftir breytingum, en í sjálfur kosningabartinni, þá lagði hann rosalega mikla áherslu á það að Dagur B. Eggertsson sé bara besti borgarstjóri bara mannkins sögunar og hann bara liti rosalega mikið upp til hans sem hann lítur að fela í sér að hann vilja halda sömu braut og síðan eru hinni sem að koma nýr á listan þetta eru bara einhverjum flokkshestar sem við þekkjum ekki en ég get ekki séð að þessi framboðslisti standi fyrir einhverja sérstakka breytinga frá þeirri stefnu sem að samfylkingin hefur fylgt í borginni. Já, þessi listi þarf alltaf og þetta fólk sem situr á þessu lista þarf alltaf að útskýra það fyrir okkur ef það er raunin, ef það er einhverja breytingar en auðvitað náttúrulega mun þetta háðum í kostningabartunni að ef þau alltaf breytar óslega miklu þá eru þau samt í frambóði fyrir flokkin sem er búin að stjórna þessi í 30 ár. Það var einhverjum mjög skrítið að vera með Pétur í fyrst sæti og Heiðubjörg í öðru sæti og hann að tala fundi og búið einhverja breytingar og segja, hann er raunin þá að segja að það þurfa að breyta hérna þeirri stjórn sem hefur verið og Heiða getur setið bara herðu, ég er hérna sko. Þú veist að tala mig. Þetta geti orðið svolítið flokkin dýnamík í hópnum og En það eru ekkert fara bóðana breytingar. Bara einhvern orð aðal sko. En í raun og veru essensin verður saman stefna sko. Og fóresta flokksins tók allavega þá ákvörðun með því að senda Pétur í þetta og eitthvað fólk með honum. Þau tóku það ákvörðun að einhvern veginn með því eru þau að viðurkenna, herru, þetta er ekki alveg að ganga eins og þetta nú. Já. Það veist þessi samgöngumál og skipulagsmál og hvernig uppbygging og húsnæði snýst öllum það að framleiða farþega í einhverja vagna sem að koma einhvern tímann. Þú veist, þetta er svo mikið langtíma hugsun að við munum sjá hvað það verður mikið snild þetta 30 ár, önnur 30 ár. Mér finnst það að vera mjög mikil poljónu teik að segja það með því að senda Pétur í prófkjörið að samfylgin eða sko flokkstjórnin sé að viðurkenna hversu illa þessu hefur verið stjórnað ég held að þetta sé bara fyrst og fremst eitthvað persónulegt gagnvart borgarstjóra. Þetta er það sem málið. Já, ég held að.
Já, þetta bara, eða hvort ekki, já. Er þetta faglegt mat hjá okkur báðum? Þetta ekki saman mat? Ég bara með einhver políunu tekirna, þannig hvað veit ég? Það svo þetta alls konar þá eftir að fylgja því eftir, ég hugsa nú á Morgunblaðið og fleiri miðlar gera það, Viðskiptablaðið og fleiri fylgja eftir þessum mjög undarlegu lóðaviðskiptum Péturs í Vatnsmýrinni sem að verður þetta kannski verið sem með kaupréttarsamningina Kristrúnar, þetta verður bara mál sem kemur upp, fólk skilur ekki almennilega og svo bara eyða þessu. Þetta aðeins skiljanlega því að þessi gögn liggja nokkuð skýrt fyrir, sko. Það er víst einhver leið til að sjá það út úr ársreikningum Kviku einhver ára eftir í tíman, nokkuð í hvað, þú veist, að þú situr með einhverjum yfir þessum reikningum sem að veit hvað, það er hægt að sjá þetta einhvern út, en það kom hins vegar aldrei almennilega í ljós, sko, það var bara að vita að þetta var mikið af peningum, en þetta liggur allt saman fyrir, sko. Mér finnst þetta furðulegasta settingin sko þegar hann var að útskýra þetta mál eftir að Morgunblaðið birti þessa frétt í vikunum sem sjáum þar sem þeir högnuðust eða fenguðu 230 milljónir fyrir lóðina og hann segir einhvern veginn, já ég ætlaði mér að byggja bara ódýrar íbúðir á þess að hagnast á því. Það fer enginn í viðskipti með það markmið sko. Já, eini, þetta er bara svipað með óhagnaðardrifnu félagin sko, það er bara alltaf hagnaður bara hvert það fer, en varandi þetta þá sagði Heiða held ég í byrjun vikunar að hún hafði ekkert, eitthvað tíman á ferlinu að hún hafði ekkert komið nált. Já, sagði þetta vitalegu vísi fyrir prókjörið. Já, síðan vorum við að segja frá því í dag, fimmtudag, sem sagt á Viðskiptablaðinu, að hún greiddi mitt atkvæði með þessari fyrirgreiðslu og bara sér þetta í fundagerðum, sko. Þannig að þetta verður mjög gaman hjá þeim á þessum lista. Já. Ég held nefnilega að þarna sé, sko, það er nefnilega ýmislegt í þessum fundargerðum. Það náttúrulega er ótrúlegt magna fundargerðum sem kemur inn á Reykjavíkurborgar. Þetta er svo mikið að nefndum og ráðum og alls konar. Það er til fólk sem nefnir að lista. Já, þú veist, ég og Örn erum sennilega í þeim fámanna hópi, en þar þessar lóðir og þessar útlutanir á byggingarétti á einhverjum grænum byggingum eða samkvæmt einhverju hugmyndafræði. Það held að séu allnokkrir fiskir undir steinið þar. Það er klárlega, sko. Það er búið að vera að halda fjölda af svona sambærilegum samkeppnum eins og hann vann í þarna. Þetta er keppnin sem að Þorpið Vistfélag fékk útlutað þarna í Stalingrad þarna út á Geldinganessi. Þetta er bara, þú veist, að koma þarna. Þetta er bara eins og að gangin í rúst í Stalingrad árið 1945, sko. Já, og þú kemst ekki þaðan. Og sem kemst ekki þaðan. En sem ég ætla að segja, það er, sko, ég veit ekki varandi mál Péturs per se, sko, en það er full þörf á að fara að ræða í þessari kosningabaráttu allt þetta byggs, hvernig menn hafa verið að fá lóðir á sem sagt langt undir markaðsverði og þar myndast hagnaðurinn sem menn taka til sig með einum öðrum hættu. Það sem er kannski sérstakt við þetta mál er það að þarna þurftur ekki svona standi í að byggja neitt, þau bara grættu. Já. En þetta eru þetta málum. Það er best, já, nákvæmlega, sko. Þeir ætluðu náttúrulega, eins og sögðu þeir ætluðu að fara út í þetta og ætluðu helst ekki að hafa neitt upp úr því, en svo grættuðu bara 250 milljónir. Þetta er á á þess að gera neitt og byggja neitt. Það er bara ótrúlega hvernig hlutinni getur svona þróast, sko. Já, leðkvæmdu menn lendi í svona, sko. Já. Það er bara frábært að lendi í þessu, en þetta er vandamálið sem að hefur verið í kerfinu í borginni og látið við gangast og það er full ástæða til þess að draga þetta upp á borðum í þessari kosningabaráttu. Og svo líka eins og nýjasta stóra lóðasalan var Vesturbugt við Slippinn. Það er lóð sem er seld á 3,2 milljóna, 177 íbúðir, þannig að deilið þannig á hverja íbúð, það eru 18 milljónir íbúð, þannig að þessar íbúðir, það er þá kostnaður sem að verkþæðingi það núna það ná tilbaka og þetta er áður en hann byrjar bara að moka eða steypa eða hvað sem er og tekur lán og þarf að borga vexti. En það sem er athyglisvert að af þessum 177 íbúðum alltaf 14 fara til félagsbústaða, allt til lagi með það, en hins vegar þegar félagsbústaðar fá kauprétt á þessum íbúðum, þá er það yfirleitt á töluvert lægra verði heldur en hinn almenni markað þarf að greiða. Nýlegt dæmi af öðrum reit var að félagsbústaðar átt að fá að kaupa á 500 skall fermetrinn, hann er í miðbæ 101. Hann er á Frakkastíð 1. Frakkastíð, já. Það sem fermetra verði að vera að selja á 4 miljónir. 2-3 milljónir jafnvel, sko, þannig að á miklum afstætti. Maður hefur heyrt margar sögur af því að þessar íbúðir sem að félagsbústaðir eiga forkaupsrétt á, þær eru ekkert endilega að enda inn í þessu kerfi, sko, til að skjóta húsaþæki við fólk sem að þarf að hjálpa. Heldur, sko, það er einhverjir rjómakettir í Gadriántúnunum sem fá að kaupa þessar íbúðir af félagsbústöðum,
kannski ekki á sama verð og félagsbústaða borguðu en á okkur töluvert lægra verði heldur en það bara rosaleg spilling sko. Já, það er þekktum einhverja blaðamenn sem getur fjallað um þetta. Já, þekki ekki eitthvað sem vinna fjölmiðlum. Ég hef heyrt þetta úr fleiri en einn og fleiri tveimur áttum að þessar íbúðir sem að voru teknar til hliðar sem félagslegar íbúðir, það séu bara eitthvað ekki þeir einstaklingar sem búa þar sem að lagt var upp með. Gangi kaupum og sölum á gráamarkaðum. Já, ég meina eins og segi, það er einhverju rjómakettir í kerfinu sem fá að kaupa þetta á góðum díl. Já. Ég hef heyrt sambarlega sögur úr öðrum áttum en Þórður og sem sagt það er greinilega eitthvað til að skoða það. Já. Auðlauslega. Við bara hvetjum menn til að gera það. Já. Það þyrfti bara að skoðum bara þéttingarreitina hérna í miðbæ síðustu 8 árin eða hvað það er og sjáum hvaða íbúður voru félagsbústaðir með, hvaða íbúður voru teknað frá fyrir þá og hverjir fluttu svo þangað inn. Já, hverjir er þetta? Já. Þú myndist aðeins á skipulagsmálinu, ég sá bara að það var verið að draga upp byrta auglýsingum deiliskipulag borgarinn Suðurlandsbraut. Hafið þið keyrt á Suðurlandsbraut nýlega? Það er hérna... Með þessa mynd, ég held að þetta sé svennilega minnsta bílaumferð á Suðurlandsbrautinni frá því að Örlygsstaðabardagi var háður. Eða cirka bát. Fyrir þá sem er að hlusta þá er hér myndin á vef, er þetta ekki að vef Reykjavíkurborgarstrákar? Jú. Þá hérna, það sem er tölvugerð mynd af væntanlegri umferð borgarlínu Suðurlandsbraut og þannig sýnist bara að vera einstefna, það eru tvær akreinar fyrir bíla í sikur áttuna, ein og strætó hann í miðinni og svo hjólugastíðar. Af hverju þarf að rífa upp allan veginn og búa til 3 nýja? Af hverju ekki bara settu strætó við erum við hliðina eða eitthvað? Af hverju þarf alltaf að gera þetta svona? Af hverju hafa þetta einfalt eða þetta getur verið flókið? Ég meina, af hverju þarf að eyðileggja þennan veg? Það er ekkert að þessum vegi. Af hverju ekki, það er fullt af plássið að norðamegin. Ég skildi ekki. Já, það er svo margt sem við skiljum ekki. Nei, ég meina það er bara náttúrulega ekkert sem að skilur nú til dags. Ég veit ekki hvað erum að gera þetta. Ekkert smá heimskur. En skiljum við eitthvað í væntanlegu prófkjöri Viðreisnar sem er væntanlegu helgina? Við voru ekki konum stuðlar á það líka, strákar? Á oddvitan í Reykjavík á Viðreisn. Sem sagt... Birgir, maður farið í stuðluna ánum sér greinilega mjög góðan brandara. Nei, ég ætla að tengja þetta saman. Já, ok. Það kom fram á fundinu sem að Viðreisn var með í gær með frambjóðundunum að þetta kannski útskýrir þetta mál með Pétur Martinsson og akkur þetta gekk svona vel hjá hann betur. Það kom fram á fundinum að Aðalsteinn Leifsson hafði kennt honum samningatækni í HR. Já. Læriði að mesta refnum aðeim öllum. Já, en samkvæmt þessu er Björlan að fara að taka þetta. Já. Björlan er semst Björg Magnúsdóttir. Já. Hún er kölluð Björlan. Þegar hún starfaði með okkur í ungu sjálfstæðismönnum. Já. Og ég held að allar unglegar hreyfingar landsins... Áður en fór í Framsókn, eða ekki? Jú, ég er að segja að allar unglegar hreyfingar landsins hafi ekkert nema gott hann að segja. Það starfa það alls staðar. Stöðunar 1,9, stöðunar Aðalsteinn Leifsson er 3,75, á Róbert Ragnarsson 4 og Signý Sigurðardóttir er aðeins herri. Já. Þannig að er Björg að fara að taka þetta? Ég held nú að Signý kemur aðeins sterkar inn. Já, ég ætti að vona því. Já, það lítur út til það. Hún er með stuðning flokksforystunar. Ég held að það sé augljóst. Við sáum, það kom auglýsing fyrir vikunni. Já. Við styðum Björgu og þar eru meðal annars aðstofamenn Þorgerðar og aðrir sko. En byrju Aðalsteinn er aðstofamaður Þorgerðar líka, eða ekki? Ég man ekki hvort hann er aðstofamaður Hönnugötu eða Þorgerðar. Ég skal bara viðurkenna það. Já, þannig að maður einhvern veginn hélt að Aðalsteinn væri kandídat forystunar en þú veist, það er augljóst að ætla það en samkvæmt því hverjir eru að setja nafni sitt við Björgu, þá held ég að Þorgerðar vilji fá Björgu í þetta. Jú, hann er aðstofamaður utanríkisráðherra. Ég held að það sem að kunni að hafa snúið stuðlunum í hag Bjargar sé svo staðreynd að hún Heiða sem að var í bestaflótnum hún lýsti nú yfir stuðningi við Pétur Martinsson og síðan var hann að koma núna og lýsa stuðningi yfir Björgu Magnúsdóttir. Já, ok. Þannig að það bara, hún kann að pikka vinnur af í öllum flokkum. Ég meina félagsgetur er opinn í janúar. Það er bara þannig. Við erum ekki að gera lítið úr því. Ég sá eina skemmtilega svona áhuga að vera frétt í vikunni pólitísk sinnaskipti verðum við ekki, ég ætlaði að kalla þetta pólitísk samfæring vikunar að þar var ungu maður þetta er Bjarni Halldór Janusson fyrrandi varðingmaður Viðreisnar og var aðstofamaður hann var ekki aðstofamaður Þorgerðar þingflokksins eða hvernig var það?
Aðstofamaður formanns hann var aðstofamaður Þorgerðar sko. Hann ákveðið að ganga til lífs við samfélkinguna í Reykjavík í Reykjanesbæ og var í Viðreisn og ástæðan kemur fram aðeins neðar í fréttinni og hún bauðist bara gott sæti Já, og hún langaði að hitta nýtt fólk Gott sætarlista, gott tækifæri og það kynast nýju fólki á nýju vettvangi það var bara carpe diem Hvað getur maður sagt? Núna eru þið báður Keflavík Gísli Ég aldrei, oft hefur mér langað að kynast nýju fólki en aldrei hefur mér dott í huga að fara í samfylkingunni Keflavík til þess að gera það er eitthvað verulega undanlegt við það er ekkert fyrsti staðar sem ég myndi fara eftir sko. Nei það sé hugsar út fyrir bóksið sko. En mig grunar að það sé sem margir í Viðreisn sem eru svona þarna sko. Þetta eru svona þetta er mikil tækifærismennska það er ekki hægt að segja það og þeir sem margir hverjir sem voru í Viðreisn það kannski voru sömu kvatir þar að baki Þannig að það má hafa gaman á þessu líka einhvern veginn aðeins meira pólitíkina, ég sá það frétt í vikunni þar sem að fyrir maður sinni á þingið, þar sem að Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra hann var að fjalla það í þinginu að hann var ósammála gagnrýni í fjármála og efnahagsráðuneyti á fyrirhugaða tengingu almannatryggingakerfisins við launavísitölu almannatryggingakerfisins við launavísitölu prófaði að segja það 10 sinni hratt allavega, ég ætlaði henni í frumherja og sækja endurskoðan miða á þetta og þeir svona klóru sér þessu höstum og segja bara, hvað viltu endurskoða sko? Við skiljum ekkert upp nýður þessari frétt sko. Nei, það sem að kemur ekki fram í fréttinu eða sko, hverju er að nákvæmlega ósamála gagnrýni fjármálaráðuneytisins er svo að þetta að það lögfæst þetta mun þýða að minnstakosti 5-6 milljarða í útgjaldaaukningu bara í bótagreiðslur á ári, alveg sko innfinnendum og og þeir benda augljóslega á það bætast semst 5 og svo bætast 5 við þessa 5 á næsta Já, þetta er ekki yfir sko skilur, þannig að bara hverju ári og og ég er að benda á bara þegar þetta er komin ný ráður í ríkisstjórn sem er að mótmæla öðru ráðherra sko, fjármálaráðuneytið segir það og það grefur undan sjálfbærni ríkisfjármála sem að standa nógu tæft fyrir og mér langar að vita, er hann ósammála þessu? Er það þetta sem er ósammála? Já, það er það sem við getum ekki svarað eftir þessar frétt. Nei, hann þarf að svara því. Ég veit að þú lest þessar frétt, hver er niðurstaða þín? Niðurstaða mín er bara að þetta er sko lýðskruma vestursort og lýðskrumarar, þetta er stillað saman, bara hann segir eitthvað svona, ég bara trú ekki, ég er ósammála þessu að því að við erum að vera góðir okkar minnstu bræðum með þessu. Kemur málun ekkert við. Þetta er að gera sko ríkisfjármálin ósjálfbær. Við höfum ekki efna á þessu og þetta er gali kerfið með galna hvata. Og og mér finnst bara mjög mikið, þetta getur ekkert samræmst stefnu áherslu ríkisstjórnar sem ætlar að taka til í ríkisfjármálum. Það er bara algjörlega það hefur engan trúveruleika þegar þetta fer í gegn. Og bara mikil er ábyrgð samstarfsflokkana að hleypa þessu rugli í gegn. Ég vona að það verði ekki. Já, eins og þú voru að segja, hann situr í ríkisstjórninni og er að segja samstarfsmaður hans við ríkisstjórnaborðið sem sé bara að bulla og við erum kannski þá komin með ástæðanum fyrir því núna að það þurfti að reyna, það þurfti að gefa Guðmund Inga séns áður en þau tóku Ragnarinn sko. Mér skilst að Þorgerður og Kristrún hafa verið búin að stræka og Ragnar allavega tvisvar en svo reyndar að minna hvað var bara að fara kvarnast aðeins úr hópnum sko. Þannig að en það breytir því ekki að Inga Sæland laði þetta fram, þú veist, Ragnar er ekki keyrt í gegn. Þetta er í stjórnarsáttmálunum gerir. Einmitt. En þú veist, en ég veit að það var, þetta er rétt þú að segja, að það var menn voru með fyrir var að því að fá Ragnarinn ríkisstjórn, einmitt út af þessu, þú veist, að hann myndi bara tala ópenbarlega gegn einstakar áþurum eða stefnunni eða hvernig sem það væri, sko, hann er því svona óþægilegur í þessu öll saman. Núna eru 4 vikur liðnar á árinu, þetta tók ekki lengri tíma en það, hann er komin í slag við samstarfsmenn sína núna. Ég segi bara saman fyrir mér, menn ég veit ekki hvort ég var að endurskoðan eða skoðan þetta, við kannski bara, Þetta bara fær ekki eins og fara bara út úr, sko, skoðunastöðunni, sko. Já, eða, sko, hann þarf samt að skýra mál sitt en ég held við getum sem allir sett að það er svo auðvelt að það vera góður að kosta annar sko. Þú getur ekki að fólki endast á peningum eða áttu það ekki sjálfur sko. Þetta er að sama og Inga sagði á Bylgjunni fyrir 1 eða 2 vikur síðan sko.
bara henni fyndist í rauninni bara dónaskapur að vera að tala kostnað í þessu samingi. Þetta snerist bara að vera góða manneskjur. Þetta var eitthvað neins svona, þú veist, þetta er bara að sé fráleitur útgangspunktur að tala hvað hlutinni kostnað. Það er alveg ótrúlegt að fólk ráðherra komist upp með svona galið málflutning, bara ótrúlegt. En sko, Inga er alltaf að tala sitt fólk. Hvað hennar fólk? Ég meina, auðvitað vitum við það að fólk lendir í því að vera óvinnufært eða veikt og þarf öryggisnefndur að halda, en það komið sér frétt daginn að það er nánast 50 maður á vinnualdri núna komin á bætur. Og síðustu stöðuskýrslu OECD Ísland sem að Daði Már til að mynda kynnti mitt síðast sumar, það bara er kafli það sem að fjallar það hversu mikil þrýstingur er komin á almannlega tryggingakerfið og hvatning til stjórnvalda að fara að gera eitthvað í því svo að fara ekki illa og hvað gera stjórnvald. Þeir leggja þetta fram. Þetta er galið. Ég meina, ef 80-90% af þeim sem eru á vinnuhörum aldrei 18-67 ára eru núna komnir á einhvers konar bætur, hvort atvinnuleysisbætur, endurhæfingarlífeyri sem er svona eitthvað sem hún tekur í 2 ára og fer svo bara á örorku. Mína, þá er, eða aftur að vinna. Eða aftur að vinna, sem að eftir 2 ára er því miður of sjaldgæft. Ok, við förum upp fyrir 67 ára, ég meina, þá er þetta kannski 12-15% kjósendum eða eitthvað. Þetta eru atkvæðin sem að Inga er á eftir, þessin er hún að þessu. Hún er bara að tala við sitt fólk. Það er svona að segja að mikil er ábyrgð hérna á flokkana að leiða þetta rugl til valda. Já. Og ég byrði þó að mikið tala kostnaði í þessu samingi hennamætti, þá endar einhver á því að borga þetta. Já. Þannig að ég hefst aldrei hjá því. Og því sögðu minni áttur á þjóðmálastofuna. Haldur þessu gangandi. Hún, ég held að er ekki aðild að þjóðmálastofunni, fylgir það ekki launavísitölu? Nei, hvernig er það? Þetta var þannig. Herðu, sko, já, við erum aðeins komin inn á efnahagsmálin rauninni, þú veist, það bárust fréttir, eins og segi, við erum að taka upp hér á 50 degi, þá voru fréttir í morgunum það að verðbólgan, hún er komin aftur yfir 5%, við erum ekkert að skála fyrir því neitt. Nei. Það er bara komin í 5,2%. Mesta lagi hóstasaft, sko. Já, dönsku hálsbrúsugunum. Norsku, já. Að verðbólgan komin í 5,2% sem er svona nokkurn veginn í takt við rétt yfir væntingum greiningaraðarlega. Yfir öllum spám. Þeir voru að spá 4,9 til 5,1. En það voru eiginlega allir búinir að spá því og gera ráð fyrir því að verðbólgan myndi hækka nema ríkisstjórnin. Já. Þú veist, það bara einhvern veginn, þú veist, samtöku atvinnulífsins í fleirtölu, verkefnisreifingarnar, allar greiningadeildir, þú veist, allir hagsmunaaðilar sem að hafa eitthvað til brunns að bera voru bara að sjá þetta fyrir, en ekki ríkisstjórnin og ekki fjármálaráðuneytið. Nei, þetta er náttúrulega verðbólgutakturinn í okkar hagkerfi hérna á Íslandi, hann er mjög svipaður alltaf á hverju ári. Yfirleitt er það þannig að það eru janúarútsölur og flugfargjöld lækka yfirleitt mikið í janúar, að því að að bara minna keypt, fólk er bara að kaupa minni í janúar heldur en oftaður. Ég held að þetta sé fyrir utan þessi ár 2022 og 2023, þar sem var náttúrulega bara verðbólgu gusa, gekk yfir allan heiminn. Þetta er mjög sjaldgæft að verðbólga sé ekki niður í janúar. Og svo sjáum við það, þegar þessum útsölu áhrifur slottar og menn taki nýja vörur, þá er febrúar með verðbólgu þyngri mánuðum ársins. Þannig að ef að líku lætur þá mun þessi ársverðbólga, hún mun hækka frekar í næsta mánuði. Ég held að það sé mjög líklegt. Já. Vili Birgis vinnur okkar, hann var búin að sjá þetta, hann bent á því augljóslega, hann sagði að þetta verður náttúrulega bara opinbera aðlar sem bæri ábyrgð á þessu. Það eru allir sem að segja það, nema Daði Már. Já, Daði Már ætlar að kenna olíufélögunum og bílaumboðunum. Sem er gjörsamlega, maðurinn er bara hennilega að ljúga. Það bara kom fram á ákomufundi Haga daginn, að sem að Finnur fóru yfir þetta, að var náttúrulega bara að tala um sig, eða sitt félag, að þeir tóku þetta niður bara á pari við sem sagt breytinguna og og síðan var hann að segja það og hann náttúrulega sérði algjörlega að hinir hafi gert það líka og síðan hefur þróunin á sem sagt Þórður veit vantilega meira það segir hann að þróunarmarkuðin síðan máramót hefur verið á þann veginn að vantilega sé þetta komið fyrir neðan en álátninguna búið að vera hagfellt neytundum. Þannig að hann er bara rókafulli búfræðingurinn er ég veit ekki hvað. Nei, ég meina Hagstofan senda náttúrulega sína hefðbundu tilkynningu í morgun þegar verðbólgan í janúar er birt og það er nú bara stikla á stóru hver voru aðalatrinn í þessu og það stendur bara mjög beinum orðum að þetta snúið að skattahækkurum og það einkum að sérlega vöru
gjöldum á nýjum bílum. Já, sko, samt sem áður reynir bara sko Daði í þingin í dag eða í gær, að gaslýsa þjóðuna sko. Já, ég meina, hann kom í fréttir í nóvember þegar verðbólgan hún var óvænt upp í nóvember, upp 1,5% í mánuðinum og þá bent hann á að þetta nú bara eitthvað flugfargjöld, þetta eitthvað play, þetta ekki lengur og þetta sko það var nú bara sérstaklega tekið frem í tilkynningu Hagstofunnar í dag að flugfargjöld hafi lækkað mjög mikið sko. Hann sko breytingar á álögum á bíla þar vega á þess að vera ótættilegur en bara þannig að fólk skilji samvikið þar vega 0,6% af þessari hækkuðu verðbólgu núna fjármálaráðuneytið var búið að gera ráð fyrir 0,1% ég veit það að það var unni skjal sem var og unni gögn sem voru send á efnahagsviðskiptanefnd þar sem kom fram að líklega myndi þetta hækka nú strax í janúar á bilinu 3-5% eitthvað þar þannig að það var alveg búið að láta alþingismenn vita þetta mun gerast og fjármálaráðuneytið segja eitthvað annað sko. Svo fór þetta í 0,6 bara þannig að fólk áttur þessu samhengi fjármálaráðuneytið algjörlega í ruglinu þetta fyrir 0,6 það var búið að vara við þetta í kringum 0,45%. Þessi gögn sem þú vísa til sem að fóru fyrir nefndina, þetta er öllum aðgengilegt hvað sér þetta svart og hvítu, það voru bílalögur sem bæta á þetta og fleiri Já, en það verður líka, sko ég er nú ekki vaxtaákvörðun í næstu viku Mér finnst nú ekki endilega líklegt að Seðlabanki fara að hækka vexti af því að það er bara komið það mikið slaki í efnahagslífið ekki tilindið þess og einkaneyslan kannski ég ætla ekki að segja loksins en svona að endingu gefur hún eftir þá að það kannski verið hún sem að hélt hagvextinu hundu uppi, sérstaklega kannski síðasta árið en sko stýrivextur er eitt og svo er hitt bara hvaða kjör bjóðast ríkinu á mörkuðum og þau kjör eru bara á sama stað núna og fyrir ári síðan bara að þú skoða verðtrytt og óverðtrytt þetta er bara nokkurn veginn á sama stað þannig að þó að stýrivexti séu ekkur í stað þá mynda ríkisbyrjunu þetta ákveðin vaxta fót á markanum og það þurfa vextir hafi verið lækkaðir síðustu 12 mánuði það hafa kjör ríkisins bötnuð þarna aðeins í sumar en svo fóru að renna 2 grímur á menn á markaðinn þarna svona eftir því sem leið á haustið og þar sem að ríkið er umverulega ekki að taka til í fjármálunum þótt þau segist vera þá verður þrýstingurinn á ríkisvextina mjög og uppáðið af því að útgáfu þörfin er svo mikil á næstu 24 mánuðum. Já, það var eitt sem sendi mér í morgun og mynd á það, hann hefði heyrt það ofan á háskóla, það sagt að Daði Már væri reyndar fínn hagfræðingur, alltaf þegar hann fengi tölur í höndunar, sem er aðeins vera. Hann fyrir þetta vefjastir honum. Já. Þannig að það er kannski aðeins óhefilegt eða hagfræðingur á fjármálaráðherra. Nei. Það er merkilegt hvað hann komist langt þráttur í þetta. Ég held verið nú að segja að Daði Már er nú alveg klára maður og allt það, enda margt sem hann hefur sagt áður en að maður komin í þessa stöðu gott og gilt, en hann er náttúrulega bara að spila sitt. En hversu lengi kemst þú upp með þetta? Örtsa að hann var að gaslýsa þjóðuna, hversu lengi kemst þú upp með það? Já, einhverju fjölmiðlar hljóta átt að sjá því, þú veist, ég veit að RÚV gerði ekki og RÚV er ekki fara að spyrja um efnahags- og viðskipti, sko, við vitum það, en þú veist, en einhvers staðar hlýtur hann að þurfa að svara einhverjum alvöru spurningum hann hefur ekki þurft að gera það hingað til allan ekki opinberlega, en sem sagt, er það ekki rétt hjá mér, það hefur engin utanþingsráðherra setið heilt kjörtímabil. Ég veit ekki. Ég held ekki allan ekki á síðartímum auðvitað, þannig að mér finnst það sem að vera... Þú áttu að vera búin að stúdera, það áttu að koma svona pælingar inn í þáttum, það áttu að vera búin að stúdera þetta sjálf. Á síðartímum hefur engin utanþings. Allan þau sem að voru í fyrri vinstri stjórninni, þeir sáttu ekki Gylfi til að mynda, sko, ég er kannski aðalega að hugsa til þess. Þú ætlaði að senda okkur spurningarna fyrirfram, en það var yfirherramannina. Pólíðan, slaka. Þannig að mér finnst það, sko, vera rosalega rókafullur og tala digubarkalega miða við hversu veikt umboð hans er. Umboðið hans er eingöngu frá Þorgeiri Katrínu eða þingflokkum. Þannig að en sjáum hvernig spila stóru. Já, bara rétt örskot, ég ætla aðeins að reyna stýrivextina, en sko við sáum hérna, þið munið auðvitað allir eftir sleggjunni frægu og ég bið bara allan þá sem eru að horfa afsökunar á því að við erum að fara að birta hér frétt af DVF sem er nú ekki mjög merkjulega pappír og er endur ekki pappír lengur, vefmiðl að þarna, þið munið eftir þessu myndbandi sem var birt í 16. nóvember 2024, rétt fyrir kosningar
hálfu mánuði fyrir kosningar. Þá var byrtið þetta fræga myndband þar sem að Kristján ætlaði sko að negla niður vextina með sleggju. Nei, það er búið að taka þetta út. Ég var að svo fór ég inn á Facebook síðu, ég var vakti langt fram á nótturinn að finna þetta ger. Þetta séu hvað ég fréttur. Það er ég óskap að segja þig. Hángjum með litli. Já, ég ætla að reyna að finna þetta vídeo. En Samfylkingin bara búin að fjalla það? Þeir eru búin að fjalla það Facebookinu, það er ljóst. Já. En þetta er þá YouTube, þegar þetta er tekið upp. Þannig að bara stay tuned, við erum að melda það núna að þetta er á YouTube og þú eru allir að fylgjast með hvort þú takit út. Já, ok. Það er bara þannig. En það er náttúrulega myndasleikjunni og Kristrúnu. Það gengur ekki vel að negla vextina niður. Akkur var hann meðin í þessu myndbandi hann frá ráðina sambandum? Kristján Þórður. Kristján Þórður. Já. Þingmaður Samfylkingarnar í dag. Hann var einn af þessum aukaleikurum sem var Samfylkingin. Hann var einu aukaleikurum. Er að sanga sér. Já. Bíljargjöði. Það var nú vel í lagt held ég. Það er að fara sjakksitja vampíru eitthvað þessu. Ég hef verið að vitni í umvæli Magnúsar Skúlasonar á Twitter sem að segja þessi sleggja áttur enda sem einhver bíljardkjöði. Já, sem að ég held að sé nú samt vel í lagt sko. Við höfum nú séð Jackie Chan gera gott mót með bíljardkjöða sko. Já, það er alveg hægt að nota það sko. Þannig að þetta er, en munum við sjá, þú veist, já, eins og segi, við erum að það vakst okkur í næstu viku, við erum okkur í Epic Bæti og vantilega erfitt verkefnir höndum að setja stöðul á það, eða hvað? Verður þetta ekki verið óbreyttið vextir? Jú, sko, ef að vinur okkar í Epic Bæti eiga erfitt verkefni fyrir höndum, á Seðlabankin alveg gríðarlega erfitt verkefni fyrir höndum, af því að svo staða er að myndast og maður sér ekki hvað er að breyta því svona í fljótu bræði. Staða sem að Davíði sagði í þinginu í einhverju spjalli við Sigmund Davíð að gæti bara myndi ekkert komu, bara að segja að við séum að rennin í verðbólgu kreppu. Það er að segja mjög hækkandi atvinnuleysi sem klárlega að gerast, viðvarandi verðbólgu, mjög svona mjög stykki verðbólgu og hægagangi í hagvexti. Og bara þetta verkefni sem að peningastefnunefndin stendur fram með fyrir er alveg gríðarlega erfitt en hún mun alveg ekki hreyfa við vöxtunum næstu viku, samfærum það en hvernig þetta, sko, hvað hún mun gera þegar... Er eitthvað líka að vextir hækki aftur? Ég held ekki. Nei, þetta er bara spurning haldmanna sko, í svona aðstöðu. Það er ekki, sko, það er að sem að er sko, versta við að díla við svona ástand er það að bókin segir mann ekkert svona eða ekki. Svolítið góður svipur á Þórarni, þannig getið þið zoomað aðeins inn á það. Er þetta ekki eins og maður sem þessu manni langar að hækka vexti? Er það ekki? Já, ég myndi freka að sjá þetta sko, sem að skín út úr andlitunum að hann veit hvað er í aðsí. Já, hún er líst í blikuna. Það verður ekki gaman í vinnunni sko, á næstu missurum. Sko. Við erum að horfa á síðu viðskiptablaðsins, það sem framkemur á markaðsaðlar sem tóku þátt í könnun Seðlabankans, að þeir gera ráð fyrir meiri verðbólgu heldur við höfum séð og gera ekki ráð fyrir því að vextir byrja að lækka fyrir henni í fyrsta lagi í maí, í vor. En svona öllu þessu sögðu þá eru vantilega raunvaxtastigið örugglega komið niður í sitt lægsta gildi í langan tíma. Já, hann var aðeins fjallað það, ég sá að Íslandsbanki var ekki út þjóðarspá í vikunni. Þeir héldu þessi 3,5% lengi vel þegar það var ennþá gangur í fasteignamarkaðnum og einhvernveginn var ennþá að vaksa en ég held bara að það sé ekki lengur, það er auðvitað að búið að frista fasteignamarkaðin eða svona, koma svona nálægt því. Þannig að mér finnst nú alveg líklegt að það láti cirka bara 2% raunvexti duga í þetta skiptið. Já, vonandi. Já, alveg klárlega með hvernig efnahagsástandið er. Sko, ég þessari greiningu, þessast þjóðarspá greiningar Íslandsbanka sem var birt í vikunni, þeir eru nú svona, ég var að segja hóflega bjartsinir, frekar en svartsinir. Þeir gera ráð fyrir 0,6% hagvexti í ár, 2,8% á næsta ári og 3% árið 2028. Þeir gera einnig ráð fyrir því að verðbólgan verða meðaltalið 4% á þessu ári, en hérna er lítilega á því næsta og þar næsta. Svo gera ráð fyrir veikari krónu og auknu atvinnuleysi, þó ekki mjög miklu, en við sjáum samt að þess að atvinnuleysi hefur verið að aukast. Ég meina það er, og svo sjáum við auðvitað fréttir í gær, þú veist, maður má ekki alveg láta það kannski veitlega sér sín, sko, en auðvitað voru fréttir í gær hópuppsáttir hjá Alvotech og Íslenskri erfðagreiningu, kannski tilvíðan að koma saman degi, en það bara styttist í mánaðamót. En þetta er samt það sem maður heyrir svolítið bara meðal atvinnurekenda. Menn eru svona, menn sjá fram á
hagræðingu á mannauðsviðinu, skulum við segja. Já, ég meina það eru 1000 manna án vinnun núna og það sem hefur verið að gerast síðasta hálfa árið, fólki sem að missa vinnuna ekki síst fólk sem kannski svona ágætt tekjum, sko. Það þarf ekkert marga tugi manna í þeirri stöðu, sko, til þess að, að því að við erum þetta lítið kerfi sem við erum í, til þess að menn fara að finna fyrir því. En auðvitað, við náttúrulega bara síðustu 4 ár var að hækka laun 10% ári, en svo síðast ári hækkaði almenni markaðurinn 7% og opinberi gerir 11%. Þetta var hægt í nokkurri röð þegar það var það mikill hagvöxtur og núna finna það allir sem er í rekstri, þeir sem eiga hótelur að segja bókarandi að segja þetta niður. Það voru að koma gistinóta tölur í dag, ekki? Já, og þannig að það er að hægjast öllu kerfinu og þá er bara einn loki sem er að opna til að losa pressu á reksturinn og það er þá að fækka starfsfólki. Já, sem er því miður oft raunin. Já. Góðu fréttina kannski í hagkerfinu eru þær að það stefnir í ágætis loðnuvertíð. Já. Ísland færi þarna rétt rúmlega 150.000 tonn af þessum kvóta sem er gefin út í þessari veiðarráðgjöf og áætla svona aflaverðmæti því kannski, eða útflutningsverðmæti fyrirgjöf er svona einstakbilinu 22 til 25 milljarðar króna. Já, Hanna Katrín kom með það mat í hádeginu, en svo heyrðum við nú í einum Gunnþóri, hann var nú með aðeins hærri tölu, Okay. það er ekki 40 milljarðar. Gunnþóri síldavinslinni. Er þetta ekki 30-40? 30-40 eitthvað starf, en fyrst og finnst er náttúrulega bara frábært að við fáum inn þennan kvóta bara til að halda mörkuðurum úti, af því ef þetta dettur út í meira en 2 ár, þá fara menn bara að horfa eitthvað annað, bæða því að þetta er þá kannski orðið og dýrt og líka bara að þú getur ekki verið að stóla á eitthvað sem að getur dottið út 2-3 ár, ef þú ert með þetta kaupa til dæmis mjöl í ykkur konar dýreldi eða öðru slíku. Þannig að þetta eru frábæra fréttir. Já, heldur betur. Líka ágætis áminningu það að eins og segi, þetta er mjög jákvætt, en áminningu það og rífur upp að það var ekki loðnuvertíð í fyrra og hitti fyrra. Nei. Svo hitta megi. Sko, í hitti fyrra var ekkert og svo núna... Í fyrra var ekki vonbrigði. Já, nokkuð stón bara, já. En þetta er þá annað sko merki þess, vil ég allan þessum meina, að sé kaldari sjóriðna við landið og þetta mun þá sko gera veiðarnar á makrilnum dýrari, erfiðari og náttúrulega nú er búið að semja skiptinguna og síðan náttúrulega með Eru menn eitthvað að fara í makrilveiðar? Hvað segirðu? Eru íslensk skip að fara í makrilveiðar? Mun það borga sig? Mjög ólíklegt. Það er búið að neyða menn til að landa þessu í Noregi. Já. Jú, það er örugglega ágætt, sko, en það er alltaf bara tapast störfin í landi á móti, sko. En ég hugsa að það geti alveg borga sig að ná í makrilin og fara menn til Noregs, en það verður engin verið svo ekki landi. Nei. Það var kannski ekki markmiðið þegar það var að hækka veðikuldur. Það var réttlæti. Það var réttlæti, já, og sangindin. Man gruna stundum að þau setju upp þetta skilir að landi í Noregi til þess að réttlæta eftir á að veiðigjöld byggjast á norskum verðum. Getur það verið það? Að það var alltaf bara, akkur er við með norskverð? Það gengur ekki. En þá bara því landi bara í Noregi, því fáið norskverð. Við fáum norsk réttlæti. En ok, bara öll þessi vinsluhús á Íslandi, þau bara standa þá tóm 6, 7, 8 auka lengur en ella. Já. Það er afleiðingin. Já, þetta er oft mjög skræðilegt. Það er það fara að tala um allt annað. Golfferðin okkar. Já. Til Írlands. 15. Fyrir ekki að vera síðasti séns að skrási? Jú, síðasti séns. Það eru ekki mörg sæti eftir og við erum komið með gríðalega skemmtilegan hópfólks. Ég veit ekki hvernig með persónuverndalögin hvort ég megi gefa upp hverju eru búin að melda sig. Ég held ekki. Þú máttu örugglega ekki, sko. Ég held að það sé ekki í lagi og ég ásænilega ekki að vita það. Þetta verður góður hópur en ég held að það sé fram í næstu viku sem er hægt að skrá sig. Já, við þurfum að loka skráningunum bara. Já. Þannig að hvetjum allir til að kíkja á þetta með okkur til 15. til 18. júní Carlton House á Írlandi. Já, á ég að útskýra leikfyrirkomulagið. Mjög stutt. Já, mjög stutt. Við nefnum ekki hlusta á langa. Tveir saman, betri bolti, 2 daga mót, spila 2 hringi á sikkurum vellinum og svo á 17. júní verður galadinner á þessum glæsilega herragarði. Ég fór þarna síðasta haust og þetta var æðislegt. Já. Hlakka til að fara aftur. Ég er reyndar að fara með þess að í aðra ferð til viðbótar á þannig stað í haust. Já, ok. Þannig að ég verð þarna tvisvar þessu ári. Já.
bara takk fyrir að dela því með okkur. Já, sendi ykkur myndir. Já, takk fyrir það. Mér dætti í huga hérna með Mósakinnið sem hættir að kaupa núna hjá Kampaðisfélaginu og líka í áfengisverslun ríkisins. Þetta aðeins ótrúlega en útvarpsgjaldið. Já. Sem komið í 22 skall eitthvað þess. Já. Og mér dætti þetta í hug svona þegar að við þyrftum vel að koma þessari flösku á Sólveig Önnu. Hún vill ekki borga útskall lengur. Nei. Hún fellaði það í vikunni og ég sá að þú varst að fella myndi í fjölmiðlapistli á viðskiptafélaginu Örn. Já, ég bara þannig við kynnum málið til leiks sko, þá var þetta þannig að hún skrifar hérna Facebook-færslu og er að benda á það að henni sé aldrei boðið í vikulokin á Rás 2 sem endur ekkert mikið svekkelsi, það mér er ekki búið heldur sko, ég er alveg sáttur við það. Nei. En gott og vel, þú veist, en á móti kemur þá formanni vaffer bóðið oft og allt þetta. Já, og bara sko fólki sem er með mjög keimlíkar skoðanir og stundum allir í þættunum með bara nákvæmlega sömu skoðanir og skoðanir á málunum sko. Ólíkt því sem er hér. Þetta eitthvað bara stórundalegu bergbálshellir sem maður getur ekki ímynda sér að nokkuð maður hlusti á. Við gerum nú þetta fyrir eigin kostnað sko. Ég er samt ekki að segja reyna eða ekki eitthvað brandaræði sko, en er ekki útvarpsgjaldið þannig að þú bara skilja henni skattrandali og þá kemur þetta bara í álækningu? Jó, það var málið sko, ég stið Sólveig Önnu í þessu. Ég stóð nú í stappi við bæði fjármálaráðuneytið og menntamálaráðuneytið þegar fjölmiðlarnir heyrðu þar undir að fyrir bara 2-3 árum þar sem ég krafðist þess að fá að sleppa því krafðist þess fyrir hönd þjóðmála að fá að sleppa að borga útvarpsgjald. Ég var náttúrulega bara að styrkja þarna samkeppnisaðila og minn stærsta samkeppnisaðila reyndar og fekk nú ekki mikil svör frá Lilju og Bjarna í því samhengi. Þannig að ég stið það að menn auðvitað borgi helst ekkit útvarpsgjald sko. Og hvað þá aðri fjölmiðlar en hún er svo sem ekki fjölmiðill en hún þetta segir það að því henni bóðið sjaldan og hún vitu þetta að láta bæta þessu annars hótur hann því að hætta að borga útvarpsgjald. En þar sko stendur hnífurinn í kúnni að því að það þú hefur ekkert val það sko. Nei, þetta er bara Þorgerður Katrín, þáverandi menntamálaráðherra, hún tryggði það með lögum held ég árið 2007 að útvarpsgjaldið varð að nefskatti, þannig að þetta kemur bara með álagningarskýrslunni á vorin. Já, og svo er það líka miskilningur að útvarpsgjaldið renni beint til RÚV. Þetta er bara eins og bifreiðagjöld. Þetta fer bara inn í ríkissjóð. Já, fer bara í hittina. Já, þetta fer bara í hittina og svo einhvern veginn er samningur við RÚV þar sem að framlagið til þeirra er einhvern veginn reiknað út frá mannfjölda. Þannig að tekjurnar af útvarpsgjaldið og horfa á lögaðila og einstaklinga miklu herri heldur í framlagandi RÚV og það er nú ekki látt. Já. Þannig, það mætti líka kannski breyta nálgurinn í hvernig þetta útvarpsgjald rukkaði það ekki? Jú, ég vil láta, er það ekki stóra málið? Sendið inn á taka þessu kílómetragjaldið. Já. Þannig að þú bara skráir, Gallup mælir hlustun á, sko, þú veist, 50% Íslendinga hlusta á, á útvarpsrásir sínar, sko, meðan, þetta er eitthvað þriðjungur á ríkið. En hvis það er hægt að mæla það, þá lítur það að hægt að mæla bara út af hlustun hvers og eins. Þannig að þú bara, sem sagt, gefur upp kílómetratöluna, klukkutíma töluna á Ísland.is. Já, fyrir ekki öskar, ég er að koma í matinn, ég þarf að skrá þetta í Ísland.is. Slökta út af minnum maður! Hvað, ég horfði mikið á fréttir í síðustu. Já. Svo horfði ég á danska sakamál þátt líka. Nákvæmlega, sko. Miljandi tekjur í janúar þegar, eins og ég, maður horfður nú sjaldan á þetta en það er að handboltamót, þá horfður maður á það en annars er það lítið. Já, en svo væri þetta rukka útskældi bara með þess að bara reytingi heimbankan. Ég er hrifnastur af því. Og þá gæti Sólveig hana raunverulega bara láti hann fara í vanskil og tekið dómsmálið sko. En því miður er það erfitt í núverandi fyrirkomulagi. Já. Ef ekki, sko, Bergþór Ólafsson hefur alltaf oft lagt það til að fólk fá að ráðstafa útvarpsgjaldinu svona sjálft, í hvaða fjölmiðla vill greiða, eða til hvaða fjölmiðla vill greiða, en það er alltaf kemur á þessum máli sem þú nefndir að útvarpsgjaldið fer ekki allt í RÚV, sko. Já, en ég meina, sóknargjöldin eru ágreidd svona, sko. Já, reyndar. En þetta fer allt bara í ríkissjóð, en það ætti ekki að vera neitt mál að komaði þannig fyrir að fólk geti valið hvaða fjölmiðla styrkir. Svo er bara fínt að fólk fái reikning fyrir því sem það borgar til ríkisins. Já. Það er reikningi heimbankan. Þannig borgar það þurft að breyta þessu allavega einhvern veginn annað að þessi ágætastofnun færi loksins að sníða sig stakk eftir vexti.
Já, svo og frambúð myndi tengjast eftirspurn eftir þessu efni sem það boðið upp á. Hefur þér verið boðið í vikulokkin? Nei, aldrei. Mér hefur ekki verið ég hef ekki komið upp á RÚV í neitt þátt síðan ég var í Gettu betur í gamla daga. Það er málið? Það er málið, já. Var það í eftirleiti eða? Já, ég meina, ég var með 2 ár, sko, það var í eftirleiti og sjónvarp var tekið upp þar líka. Ok. En hefur þú verið kallaður í vikulokkin? Nei, ég hef aldrei verið boðið í neitt. Jú, mér var boðið ekkert tímann í eitthvað þátt að tala um olíumarkaði, en það var eitthvað svona explainer bara, en ég held að það hefði verið fyrir 6 ára síðan. Já, ok. En það var nú bara eitthvað sem kom að fór. Við vilja bara fólk eins og þetta. Já. Mjúka menn. Já, mjúka og faglega menn eins og hörð. Já. Áður en ég fer í hraðarspurningarnar, sko, ég baði ykkur að finna einhvern til að sem þið myndu vilja hrósa í vikunni og helst gefa Ekko Sólveig Anna, no-brainer. Já, hún var í frábær í Ekko Já, ég meina hún er mikil skókona. Jú, það vita það til. Ég vil Þú varst fljótur að svara? Já. Hún er þrælskemmtileg, Sólveig. Já. Við tölum ekki þannig hana fyrir nokkrum árum. Við tölum ekki illa hana. Nei, við tölum ekki illa fólk. Nei, hún bara gerir þetta sem að margir sem eru svona framávið í þjóðfélaginu ákveður allt í einu svona að hleypa persónuleikunum aðeins í gegn, sko. Og það er alltaf góð leið, sko. Hún var bara í þessum harða marxisma, sko, sem að, þú veist, hann hefur ekkert eitthvað skánað með orðunum, en eins og sé, þræl skemmtileg kona og við ætlum bara að fá hann ekkert um hingað, ef hún er til í það. Hún er öðru stil. Já. Þannig að þú myndir fara með hann í Ekko, sko, splæsinu skópar á hana. Já, gefa henni gól, sko. Já. Ekki, komin í gólfið. Já. Og ég veit ekki, hún veit nú meir kampafinn en ég, þannig að hún Já. Taka hana með í golfferð. Já, taka hana með í golfferð. Kannski hún kom á Cartonhouse, aldrei að vita það. Já, er hún kannski eitt af þessum nöfnum sem vildur ekki upplýsa náðan? Ok, ég get það sagt það. Hún er að koma. Hún er að mæta. Örd, hverju er þú hrósa? Talandi skemmtilegt fólk. Og Ekko Já, þetta er náttúrulega maður sem er búin að stíga niður gegn áfengisbölinu. Það er bráðalæknirinn sem var að ráðleggja fólki að vera með hjálm með alltaf að fá sitt glas. Já, hann að Hjalti. Það heitir hann Hjalti, já. Að vera heima hjá sér og með hjálm. Með hjálm, já. Aldrei á varlega farið. Svona olbúalífar, sko. Já, ég er bara alltaf takkað upp, sko. Og það hrósa honum með það? Já, hann var að setja niður fótinn. Já. Hann þarf að vera í góðu skóm til þess. Já, líka, hann þarf vantilega líka að standa langa vaktir á Landspítalanum og svona, það er gott að vera í góðum skóm. Já, algjörlega. Og mæti öll þessi fjölmiðlavitur til að segja okkur hinn hvernig við erum að lifa. Já. Og ekki lifa. Og ekki vera nú bíl á milli staða. Ekki vera bíl á milli staða og alls ekki hlaupa hjól og ekki drekka áfengi og ekki skjóta flugöldum. Nei, það er bara ekki best bara að vera heima hjá sér með hjálm, bara með hjálm og næringuæð og stómapoka og borgarlaun og bara helst ekki færa sér nokkuð og hlusta á vikulokkin með vikulokkin á repeat. Já, þið hlægið, það eru virkilega fólk sem er ærlega til í þetta, sko. Já. Eru borgarlaun, er svo umræð alveg dottur niður fyrir? Erum við kannski bara komin á borgarlaun? Við erum búin að taka borgarlaun með þessum endurhæfingalífeyri. Það er þannig. Já, ég meina 50 maður á bótum, ég meina það getur bara farið hérna að pakka vilt. Það er bara þannig. Er það að selja pakkan eða? Nei, maður hefur bara heyrt það af heilsugæslustöðunum, það verður helmingurinn af tímanum hjá heimilislæknum í að ákveða hvort að leggja mat á fólk og fylla út einhver eyðublöð af því að það vill vera endurhæfingalífeyri. Þannig að borgarlaunin eru fyrir löngu síðan komin. Þetta er mörguleiti rétt, en sem er dálítið galið, sko, því að svona upphálega hugmyndin borgarlaunin er dálítið progressív hugmynd. Það er að segja, gegn því að fella niður allar almannatryggingar og allt þetta dót, þá ætti að borga hverjum einasta einstaklingi einhver ákveðnu upphæð sem myndi finna út. Meira þess að píratöðin tölu fyrir því, sko. En þeir tölu aldrei fyrir að leggja niður bótið bætundar og segja neitt svoleiðis held ég. Haldur á móði sem gerði það. Er það? Já, ok. En þetta er upphæðlega hugmyndin, sko, sem er alveg, þú veist, skemmtileg til að ræða, sko, en við erum náttúrulega komin í skurð með þetta eins og allt annað þessi þjóðfélagi. Ertu þá að það ert að innheimta skatta og svo bara skilar fólki einhverju fastri upphæð? Það er einhverju extra upphæð sem allir fá og þá er engar bætur, engar atvinnuleysisbætur og barnabætur eða Sko, ég veit ekki hvort þetta er einhver crazy hugmynd, sko, en við getum náttúrulega bara haft mjög lága skatta
skila svipari niðurstöðu. Já, ég var ekki að tala fyrir borgarna. Kemur þú með eitthvað svona öfgahægri sjónarmið í einhverja faglega umræðu? Kannski er þetta algjörlega bila hugmynd, en bara, þú veist, það er líka bara að hafa skattana miklu lægri og svo bara það fólk einhvern veginn að bera ábyrgð á sínum málum. Öfgahærið, lækkar skatta, hvað næst? Já, þetta, við stoppum þessu umræðu hér. Já. Förum ekki lengra með þetta. Ég er bara algjörlega, misti þetta út um mér. Já, þetta viljum við ekki sjá. Herðu, ég fór auðvitað ofta á kringlurkrana þessari viku eins og allar aðra vikur, sagði mér að þið var að koma, það dutti nokkra spurningar sem að svona gestir þar vildu hérna henda á ykkur. Já. Sófusundar er ekkit rosalega ánægð með það, ég sé alltaf trufla gestina en hérna ég ger það samt og fólk er bara að kalla á mig og segja hver er ég að koma í þáttíðin og spyrja á og svona og hérna og ein spurning var mjög áhugaverð, hún bindist að þér, Þórður. Nú? Hún var bara svona, hver er staðan í Þórisvatni? Er þetta ekki í 577 metrum eitthvað svoleiðis? Ég skildi ekki spurninguna, ég skilna núna því heyri svarið. Já. Nei, sko, merkilegt að sjá þetta, strákar, þið farið með músaðan yfir, sko, núverandi aðeins til vinstri, núverandi Vassár, það er fjólubláa hana, 577,8, já, ok, sorry, þetta aðeins vitlaust. Já, viltu ekki segja hlustundum og áhundu hvað það þýðir? Já, sko, Vatnsæð Þórisvatns hefur aldrei verið jafn há á þessum tíma árs og er á uppleið sem er ótrúlegt því að vandalega niðurdráttur í þessu lóni, þetta er náttúrulega lóni sem að er í rauninni forðin fyrir þetta Þjórsár- og Tungnarkerfi, Tungnarkerfi hjá Landsvirkjun og þetta er náttúrulega bara út af því að raforku notkun hérna á Íslandi hefur sennilega ekki verið að blítin í mjög langan tíma. Við náttúrulega erum með BCC fyrir norðan sem er í stoppi, við erum Elkem sem er með einhverja opna slögt á þeim og svo er Norðurála á 30% afkastum. Þannig að þessi miklu þrengingar í raforkumálum sem að við höfum verið að glíma við á síðust árum, það er ekki búin að leysast en við erum að sjá það núna að þáttur er litla úrkomu, þá er samt að hækka í lóninu, þannig að þetta er merkilegt. Við erum að draukna í vatni og rafmagni upp á hálendi, já, þessi mynd segir okkur það. Er það svona, ef ég segi útskýrta mannamáli, þá er það útskýringin? Já, allir það, jú, ég held að það megi segja það sko, og þú sjá hvað er mikill munur, það er bara ekkert svo, ekki nema rúmur meter í yfirfall í Þórisvatni í febrúar, sem er ótrúlegt. Sem er það bara peningur, bara vatn sem rennur út í sjó, þannig að það er bara peningur sem rennur út í sjó. Já. Þetta er bara, þetta offrambóð af rafmagni er náttúrulega, segir okkur líka hversu ísíkileg staðan er í hagkerfinu. Já, ég meina þetta er mjög sterkur hagvísir á efnaðarsvið og það vastaðan í Þórisvatni sé að hækka svona skart núna, það segir okkur það að það er eitthvað minna í gangi heldur en ofta áður sko. Ok. Þá skilja okkur þessi spurning kom. Og hver kom þessa spurningu? Þegar ég heyri, allir gestir nota rafblendur sko. Já, er það frá Helgu Þóris eða? Þannig að það er já, fórstaframbjóðanda. Nei, þetta er áhugavert. Ætli Landvernd sé að fagna þessu? Nei. Nei, ég meina, hér er meira landsvæði að fara undir vatn hverja einustu mínútu, þannig að nei, líklegast ekki. Nei. Líklegast, en þau getur notað þetta til að segja við þurfum ekkert að virka meira. Við þurfum ekki að virka meira, en sjálfsög þurfum að gera það alltaf og stöðugt. Önnur spurning sem kom, hún beinist svo sem að okkur báðum bara. Hvernig líst ykkur á ráðningu Bjarna Ben til SA? Bara vel, kom óvart. Kom öllum óvart. Mér er svo honum. Hann myndi ammalinn dag og fekk bara ammalskort og Mættu niður í borgatúrna. Það stoppar að þú komið vinnu. Ég meina, hvað er það sem að hans að takast á við þarna? Það er númer 1, það hafa verið deilur innan hús atvinnulífsins svona hvernig SA eigi að starfa og hvert svona umboð þeirra samtaka sé, hvaða umboði hafa frá sínum aðeldarsamtökur sem eru hann að 6 talsins. Mér finnst líklegt að þessi kjarasamningsmál verði í auknum mæli svona færið niður til aðeldarsamtakana, en það skrítið að SA sé að semja laun fiskvinnslu fólks fyrir við Eflingu og SFS fær hverja komin ála því, það er einhverja þannig breytingar sem það er að gera. Og svo er það þessi stóra áskorun sem að allir vita fyrir framan okkur, að þetta vinnumarkaðsmódel sem við erum með núna, það þarf að breyta því. Ég meina, þetta er ekki að virka, launin hækka of hratt og þá er verðbólga meiri og þetta bara höfrungarhlaup, þó þetta sé ekki alvarlegt og í aðdraganda þjóðarsáttarinnar, þá er þetta sama vandamál er ennþá fyrir hendi. Þannig að tekst þessa undir fórustu Bjarna Ben að breyta því módeli. Og svo er það núna í haust, núna náttúrulega eru fórstundi, ef að verðbólgan lækkar ekki, þá eru
uppsagnar ákvæði sem virkjast í ágúst, þegar hún ekki komin aftur inn í 4,7% í ágúst, þó mér finnst þetta ólíklegt að menn segja upp samningunum, það er svona... Þá eru forsöndur hins svo kallega stöðuleika samnings brostnar. Já, það er það mikill slaki á vinnumarkaða, ég held að núna í haust þá kannski sé minna spennandi að segja upp samningum fyrir launþegahreyfinguna, heldur en ofta áður. Já. Eða hvað? Nei, ég hef ekkert við þetta að bæta, allan ekki miklu, þú bara rammar þetta nokkurn veginn vel inn. Já, og það brjálast. Nei, já, Örn, nú verður þú að hafa það hægan. Það er hversu gaman er að fá Brynjar Níelsson aftur á þing? Hvers konar spurning er þetta? Já, bara. Mér finnst bara mjög gaman að Brynjar Níelsson sé yfir höfu til og hún er þetta líka. Og það er fínt að hann sé komin úr þessu þagnabindandi sem að fylgdi síðast starfi. Já. Það var bara fínt að náttúrulega fögnum öllu góðu fólki vel hugsandi og greindu sem að kemur á þing. Þannig að það er bara mjög gaman. Og já, vonandi er þetta ekki síðasta gekk í pólitíkinni hjá honum að vara þingmaður í Reykjavík. Já. Það var hann er gott element inn í umræðina, alltaf. Já, það væri getum við séðan fyrir okkur í borgarstjórn? Já, hvað ekki það? Það væri ég var alveg til að segja það. Já. Ég sé alveg spurning hvort að hann geti séð það fyrir sér, sko. Skiptir minna máli hvað mér finnst, sko. Ég held að hún sé alveg sama. Já, ég held að líka. Nei, ég held að hann hefði gaman að því. Já. Það er spurning sem kom að okkur. Hún var orðið svona. Eiga þessi snúðar skráða dag á sjó. Já. Ég er alltaf bent á það að þetta væru alvarnir sjómenn hérna. Mínir síðustu skráðu dagur á sjó eru þarna... Er það með okkur að ræða þetta loðnuvertíðin og svona? Já, ég var síðast að sjó bara 2020, sko. Já, Jóni Gísladóttir, línubát. Já. Gamall loðniskið sem var breytt í línubát. Sko, að vera á línu, þetta er náttúrulega algjör þrældómur, sko. En fyrir það var síðast bara 2006. Ég var 4 sumur á fristjóra. Þerni. Já. Þetta er bara hobby sjóma, sko. Já. Ég meina eins og segi, þessi línuviðskapur er þvílíkið þrældómur en með það að vera sláur pönnum á okkur millitæki, það er miklu skara. Nei. Ég var bara með framhaldsskóla og eitthvað áfram, þá var ég sem sagt var ég á uppsjávarvið og kunni mjög vel við það og tók 2 vetrarvertíðir og það er eitthvað bara skemmtilega sem til sko að taka loðnuvertíð sem að þetta var aldrei metvertíð þá en ég er orðin það gamall að ég var þetta 95-6 síðan sem ég var á sjó eitthvað. 95 var ég að vinna í loðnuvertíð í fristihúsi í Keflavík, það var kennaraverkvætt, þetta var frábær tími sko, ég var 9. bekk. Já, það er kennarverkvætt í 5 eða 6 vikur eða ég man ekki nákvæmlega. Já, ég var á þeirri vertíð og tók síðan eina aðra eftir það sko. Þú ert alltaf miklu eldri en ég sko. Já, ég er alveg 17 árum eldri en þú. Nei, já, ég man eftir þessu. Ég kom þetta var mjög skemmtilegu tími, öllu leiti bara sko. Nú voru ekki þínir bestu tímar á sjónum í skrapdagakerfinu eða? Nei, það var nú helviti gaman á síldinni Norðursjónum henni kringum 70. Tala ekki síldinni í Kattegatt. Já, það var það. Það er næsta spurning, hversu djúpir eru þessi strákar í Amarok sem búið að hækka 32% árinu og held ég 130% á síðasta hálfu ára auksleis? Í Amarok eins og svo mörg öðru, þá er ég alls ekki dádýft til það. Ég á ekki hlutabrif í Amarok. Ég á ekki nóg mikla peninga, en ég er búin að kaupa og selja þessu tvisvar með góðum árangri, en ég á ennþá þessu núna. Amarok? Já, ok. Ég keypti í byrjun árs 2024, þetta var komið niður í rúman 100 kall. Já. Og svo þetta var komið í 190, þá seldi ég hagnaðinn og svo held ég ásögun, svo var það komið aftur tilbaka. Já. Aftur tilbaka núna, sko. Bara takk fyrir að opna heimilsbókaldið henni. Já, ég meina, þetta var ekki miklu peningar, en ég keypti mér samt bíl. Já, bara ánægð með það. Helviti flottu BMW sem hún fæstur. Þetta var 9 ára gamall amerísku jeppi, sko. Þetta var ekki merkilega en það. Næstspurning er áhugaverð sko. Ég myndist ná að þú skrifar alltaf fjölmiðlapistla hverju viku í Viðskiptablaðinu. Er þú Örn í Viðskiptablaðinu? Já, ég er ekki búin að tengja. Ég er búin að reyna að halda þessu lindu fyrir. Það var ekki búin að tengja maður, Sko, svo sem spurði það áhuga að vita bara, þarftu að fylgjast með öllum fjölmiðlum til að hafa efni í þessa pistla? Já, þetta er reyndar alveg sko skelfilegt. Fjölmiðlar eru mjög skóðir sko.
Þetta er þungu kross að bera. Þetta er þungu kross að bera og að því að maður er að gera þetta allt árið og sem sagt maður er oft í bara mismikið frjór og það allt, það bara eins og gengur að gerist í öllu sko og þannig að maður er alltaf með hann að kvíða í kollunum á sér, þú veist, ég þarf að finna eitthvað til þess að leggja út af. Þess vegna þarf ég að hlusta á vikulokkin og vera með eyrun opin og þannig að það fer töluverður tími í þetta sko. Sérstaklega þegar maður er svona, þegar það er mjög erfitt á sumrinu eða lítið að gerast eða getur verið það sko og þannig að þetta er mjög erfitt úthald. Ég segi bara takk. Já, takk fyrir að fórna þér í þetta. Takk fyrir. Við kunnum þér mikla þakkir. Nú talaði hann að vera frjór, sko, Örn hefur nú aldrei verið jafn frjór eins og veturinn 2009-10, ekki satt? hann eignaðist 2 börn á innan við 12 mánuðum. Já, vel gert. Takk, þú delir heimilisbókaldinu og ímsum öðrum. Þetta er allt staðreitum úr engalífi. Þetta er allt saman opinberar upplýsingar. Það er rétt. Já, við hér í þjóðmála komum bara til þér eins og við erum klættir, sko. Já, það er rétt hjá. Ég var að tala að vera frjór í allari merkingu en Já, ok. Hvað veit ég? Já. Síðan spurningi, munum við sjá meira á Þórðarþráðum? Já, byttu eftir Öxulþungan. Já, herru, það verða fleiri. Það er engin spurning. Það er gott stöf. Já. Þegar ég var að skoða á Twitter, það eru komin yfir 30.000 view á hana þráð. Já. Öxulþunga. Það er gæður. Bara einhverjar gallsúrar pælingar Öxulþunga strætisvagnar, sko, og það er bara, hver eru gjáðar? Það er bara 8% af þjóðinu búin að lesa þetta. Það er mjög gott. Herðu, eru hálsdróparnir búnir? Við erum búnir, við þurfum að fara að slúta þessu. Fara lúðri okkur þessum komast þetta matinn frá kjöttkomuninu. Já, þetta er fara inn í helgina, besti horfa á handbolta. Já. Senda góða kveður á strákun okkar í Danmörku. Algjörlega, það verður spennandi að fylgjast með þessu. Það hefur verið frábært að fylgjast með þeim og bara ég sendi þeim mínar bestu kveður. Já, þeir eru bara búin mikið svona harfisk, ég sá að þetta harfiski fyrir áttur ykkur. Ég glemdi að taka póka síðast, ég ætla ekki að gleyma þín núna. Ég verð einnig að fylgjast með Keflavík Þór Þorlákshöfn á saman tíma. Á að taka 2 skjái? Nei, það er kannski bara verið textalýsingu. Er þessi leikur á sama tíma? Já. Hvað er að KKÍ að fresta ekki leiknum? Það er allt brjálað fresta þessu leik út af handboltaleik. Og hvernig er prófkjörið í Keflavík? Það er laugardaginn. Já, það er laugardaginn. Það er rísa helgi í Keflavík. Já, ég bý ekki í Keflavík en taka það fram. Já. En þið þjartast lærið þar. Já, dóttir mín á að vera á fótboltamóti í Keflavík helgina, þannig það er alltaf gerast þannig. Maður getur verið hérna svo sem alla helgina, fylgjast með þessu prófkjöri. Ég fær hann að harfiskin. Hann hver? Þórður. Já, ég á 16 ára gamlan strák sko, hann elskar það. Hann bara er alveg, hann er gullfisk góð. Já, róða henni, þú færð bóka sko. Nei, ég er bara, ef ég kemi heim og verð ekki með mig, bara... Við erum alltaf, við græðum alltaf það er ekki Nei, þetta er mjög vinsælt allan með að lúnlingana sem er að lyfta í Hafnarfirði. Já. Úðis og ís. Jóhannes og Sísi að gera gott mót. Já, heldur betur. Við erum bara að gera gott mót hér í dag. Ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna. Eða Helgi, aftur góða kveður á strákun okkar, gangi ykkur vel, þeir sem hlustuðu, þeir sem horfið, góða helgi. Takk.